En ég held að Arion banki og Kvika, miðað við hljóðið í Jóni Sigurðssyni, forstjóra Stoða, þá virðist vera gott hljóð í honum. Hann segir bara þetta, ég skil hann þannig að þessa viðræður bara gangi ágætlega og hann vonast til þess að samkeppniseftirlitið fari bara gangi í þetta mál og sé bara snögt á þessu. Og uppgjörið núna, ég ætla að halda við það, þá líkingu að uppgjörið núna sýnir að Arion komið í hlaupagallan og tilbúið að hlaupa inn í þessa samningu eftir að hafa náð forskoti. Þannig að við mun... Og hann talar meira sig það, Jón, að þessi mikil framlegð þarna. Almennt þegar þó verið að sameina fyrirtæki, varðandi spariföt og hlaupagalla eða í hverju menn eru, að þá eitt sem þú þarft sem er bara allt í lagi að hafa í huga, að það þessi skipti hlutvöll, hvað fá hluthafar Kviku, hvað fá hluthafar Arion, á hvaða skipti hlutvöllum sameinasbankarnir og þá spurningin, farið eftir markasverði, skilur bankarna og þess áttar. Við munum verða gagnrýnir á sammeininguna þegar við sjáum von í hana, því að menn þurfa bara að standa við það sem þeir eru að segja og litli hluthafinn þarf að fá sitt út úr þessu, sko. Það lykilatriði. Hann allavega þarf að fá að fylgjast með hann. Hann þarf að fá upplýsingar, sko. Það ólíðandi til dæmis að það sé alltaf, að sé eitthvað, sko, svona á bakvið tjöldin ykkur... Já, það bara leiðilegt og mikið sennilega það. Þegar ég segi það, þá langar mér líka að hrósa Jóni Sigurðssyni, forstjóra fyrir þessi bréf sem hann að senda til hluthafa. Í hverju mánuði ekki það? Já, ég meina, þau þetta bréf sem hann sendi í einhverju við erum ekki bláeðið með það, við sendi í einhverju tilgangi hjá honum. En mér finnst það lofsvert að gera þessa tilraun til þess að eiga þetta samtal við hluthafa. Og svo getum við alltaf metið hvað hann að segja hverju sinni eða hvað fyrir honum vakir. En þetta allavega lofsvert hjá honum og mér finnst að margir aðrir mættu efla upplýsingastreymi og samtal við hluthafa sína. Já, og svo sannarlega sammála því og ég man eftir þegar við sátum... Svona fyrir auðvitað það auðvitað komið þáttinn til okkar. Já, meðan hans hlutverk okkar reyni eitthvað svona að spjalla með þetta, þannig á mannamáli, þannig að fólk kannski skilji þetta.